Næst tekur við Eva Harðardóttir, oddviti Skaftárhrepps, og mun hún fara yfir endurheimt vistkerfa í aðalskipulagi í tengslum við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Komið bless og sæl. Ég heiti Eva Björk Harðardóttir og oddviti Skaftárhrepps. Mér var treyst fyrir því mikilvæga hlutverki að koma aðeins inn á endurheimt vistkerfa í aðalskipulagi í tengslum við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og samstarf Landgræðslunnar og Skaftárhrepps við aðalskipulagsgerð. Þetta er stórt og mikið umfjöllunarefni og ómögulegt að gera því góð skil á nokkrum mínútum, þannig að ég mun aðeins fleyta kærlingar og vona að í lokin verði þið allavega einhversvísari. Þegar kemur að því reglulega að endurskoða aðalskipulag sveitarfélaga, þá er nauðsynlegt að það skipulag verði eins þrautseigt eða lífvænlegt og mögulegt er til að ekki þurfi stanslaust að vera að gera á því breytingar og endurbætur. Slíkt kostar fjármagn og tíma sem væri betur varið í annað. Endurheimt vistkerfa fær aukið vægi hjá Sameinuðu þjóðunum næsta áratuginn, þar sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í byrjun mars að lýsa yfir að 2021 til 2030 yrði áratugurinn sem væri tileinkaður endurheimt vistkerfa. Hnignun vistkerja hafs og lands hefur áhrif á líf 3,2 milljarða manna og þar með er nauðsynleg fæðuframleiðsla, framboð á fersku vatni og búsvæði ótal tegunda í uppnámi. Samkvæmt nýrri skýrslu sem metur árangur 100 þjóða innan OECD við innleiðingu heimsmarkmiðanna, þá vermir velmegunar eyjan Ísland þar 27. sætið með skorið 77,52 af 100. Og erum við eftirbátar allra hinna Norðurlandana sem tróna á toppnum. Við náum einungis 7 heimsmarkmiðum af 17 að fullu. Það skýtur skökku við því við erum duglega að berja okkur á brjóst þegar kemur að umhverfismálum, stærum okkur á hreinni orku, hreinu vatni og lofti ásamt ósnertum víðernum og höfum yfir nógu fjárráðum að ráða til að bæta öll þau vandamál sem koma upp á okkar litlu eyju, bæði félagslegum og þeim sem snerta innviðauppbyggingu og verndun náttúrunnar okkar. Vistheimt er lykillinn að því að snúa þessari skelfilegu þróun við. Sveitarfélögin eru annað 2 stjórnsýslustiga í þessu landi og bera sem slík geysilega ábyrgð á þróun og framtíð lífs á Íslandi. Jafnvel lítið sveitarfélag eins og Skaftárhreppur er ekki þar undanskilið og getur engan veginn firrt sig ábyrgð á jafn veigamiklum þætti í loftslagsbreytingum og endurheimt vistkerfa er. Endurheimt vistkerfa er grundvallaratriði til að ná fram markmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Einkum þeim er snúa að loftslagsbreytingum, útrýmingu fátæktar, matvælaöryggi, vatni og verndun líffræðilegrar fjölbreytni. Eitt af því sem við í Skaftárhreppi ákváðum að styðjast við í okkar vinnu við endurskoðun aðalskipulags Skaftárhrepps var að nota heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem nokkurs konar vegvísi í gegnum vinnuna. Þannig leggjum við okkar lóð á vogarskálarnar því þó þau séu létt í heildarsamhenginu, þá vega þau þungt ef við leggjumst öll á eitt. Við völdum okkur 4 heimsmarkmið sem við ætlum að leggja sérstaka áherslu á og eitt af þeim er markmið númer 13 sem fjallar aðgerðir í loftslagsmálum. Þar tökum við fram að við ætlum í skipulaginu að leggja áherslu á endurnýjanlega orkuframleiðslu, minnka losun, auka endurvinnslu, minnka mengun og hlúa að vistkerfum meðal annars. Að endurheimta vistkerfi er ferli sem hjálpar bata vistkerfa sem hafa hnignað eða eyðilagst og stuðlar að fjölbreytni á ný. Áður en við ákveðum að ráðast í endurheimt vistkerfa í aðalskipulaginu, þurfum við átt okkur á því hvert ástand þeirra er í dag og til hvaða aðgerða er hægt að grípa til að ná hugsanlegum markmiðum í átt að endurheimt líffræðilegrar fjölbreytni.
Er mögulegt að fá landgræðsluna að borðinu og skoða í sameiningu hvort landgræðsluaðgerðir geti bætt landnýtingu og endurheimt votlendi, birkiskóga og kjarrlendi. Í mjög landstóru og íbúafáu sveitarfélagi, eins og Skaftárhreppur þá öll stýring og landnýting mikil áskorun. Bara það að fylgjast með og hlúa að gróðurframvindu á afréttum og sinna eða berjast við uppgræðslu síbreytilegra sanda, það eru verkefni sem krefjast samvinnu og úthalds. Óskastaðan fyrir mannfátt sveitarfélag sem ber ábyrgð á svona stórum verkefnum samvinna við stofnanir sem hafa yfir að ráða fjármagni, sérfræðingum og úrræðum sem eru ekki á forræði lítilla sveitarfélaga eins og Skaftárhreppur sveitarfélagið okkar flæmast vatnsmiklar jökulár með tilheyrandi aurframburði og landrofi. Bara það eitt stórt verkefni út af fyrir sig sem á sér engan endi, en kallar á skipulag endalausra mótaðgerða með miklum tilkostnaði og framkvæmdum. Því nauðsynlegt að stofnanir eins og Landgræðslan og Skógræktin komi inn í samtalið skipulag til framtíðar fyrr en seinna í ferlinu, svo að aðgerðaráætlanir verði skilvirkar og samvinnan verði í raun samvinna, en ekki togstreita skipulagið og framkvæmdir eftir á. Þar sem verið að setja plástur á svöðusár sem ekki verða grædd öðruvísi en með stórfelldum framkvæmdum. Hluti af því að hlúa að vistkerfum felst óneitanlega í því að kortleggja þau vistkerfi eða mismunandi gerðir gróðursvæða sem sveitarfélagi hefur yfir að ráða. Þá koma kortagrunnar sem sýna mismunandi gróðurþekjur sér vel. Þá gott að yfirfara grunninn fyrir mismunandi landnotkun og skoða þar sérstaklega þau svæði sem nýtast okkur við að binda kolefni með endurheimt vistkerfa að leiðarljósi. Í Skaftárhreppi við með mjög rík af kjarri og lágvaxnum birkiskógi eins og til dæmis í Hrífinesi. Þar eru náttúrulegir birkiskógar sem eru tilvaldir til almennar útivistar. Í aðalskipulagi nauðsynlegt að setja stefnu skóg og trjárækt á einstökum svæðum, til dæmis fyrir frístundabyggð og almenna útivist. Í þeim tilgangi að vernda náttúrulegan birkiskóg eða tryggja útsýni eða aðgengi. Í skógræktarlögum númer 3 síðan 1955 var sett fram opinber stefna skógrækt og meðferð á skógi og kjarri. Markmið laganna var að vernda skóga sem fyrir voru og rækta nýja skóga þar sem hentaði. Þegar unnið að gerð áætlana skógrækt, þarf einnig að skoða önnur lög og reglugerðir þar sem víða felast takmarkanir á skógrækt. Þess vegna þarf að skoða aðra stefnumörkun á vegum ríkis eða sveitarfélaga með það fyrir augum að samræma stefnu skógrækt og tryggja að hún stangist ekki á við umhverfisverndarmarkmið, svo sem náttúruvernd eða reglur helgunarsvæði fornminja, vega og veitna, auk annarra markmiða í fyrirliggjandi áætlunarvinnu. Þarna kemur skógrækt eða landgræðsla sterk inn í umræðuna, einnig til að samræma stefnu milli sveitarfélaga marka, til dæmis þar sem ekki eru svæðisskipulög í gildi yfir stærri svæði. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að í skipulagsvinnunni við ekki aðeins að skipuleggja okkar nær umhverfi fyrir okkar íbúa, heldur einnig okkar nágranna, gesti og Íslendinga alla. Skoða þarf vel hvernig skipulögin tala saman við önnur skipulög. Samkvæmt stefnu stjórnvalda ber okkur að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru. Lögin ná til vistkerfa eins og votlendis og ýmissa jarðmyndana sem njóta verndar. Sérstakir eða vistfræðilega mikilvægir birkiskógar njóta til að mynda sérstakrar verndar. Á öllum skipulagsstigum getur verið tilefni til að hafa samráð við stofnanir eins og Landgræðsluna þegar kemur að ákvörðun mismunandi landnotkun. Ekki aðeins þegar mynda á stefnu hvar megi rækta skóg eða endurheimta votlendi, heldur einnig vegna annarra landnotkunar sem kann að hafa í för með sér rask á skógi.
Á mörgum svæðum hefur dregið verulega úr nýtingu framræsts lands. Fyrir 50 árum síðan voru votlendi framræst í stórum stíl á Íslandi, jafnvel án þess að hafa nokkur tíman verið nýtt til landbúnaðar. Votlendi hefur að geyma verulegan hluta kolefnisforða jarðar. Því er tilvalið að skoða alvarlega hvaða svæði eru best til þess fallin að komast aftur í sitt náttúrulega horf. Ekki endilega rjúka af stað eins og fyrir 50 árum og moka upp í alla skurði, heldur kanna á hvaða svæðum væri hentugast að ná jákvæðum kolefnisbúskap. Markmiðið má aldrei vera að moka ofan í skurði. Þar er farið illa með opinbert fé, heldur binda kolefni. Endurheimt votlendis er ferli sem Landgræðslan hefur umsjón með í samstarfi við landeigendur. Í þessu málaflokki er því einnig nauðsynlegt að eiga samráð við Landgræðsluna varðandi stefnu endurheimt votlendis, því við kjörnir fulltrúar sem sitjum í sveitarstjórnum landsins, við getum bara ekki verið sérfræðingar í öllum málum. Til að skipulag verði þrautsegt og endist eins og það þarf að gera, er nauðsynlegt að sem flest sjónarmið endurspeglist í skipulaginu. Auðvitað er íbúasamráð eitt af því allra mikilvægasta sem hægt er að hafa. Því þeir, íbúarnir, þurfa að geta vaxið, lifað og þróast innan þessa skipulags. Það má því ekki vera of heftandi þannig að það standi framþróun fyrir þrifum, en það er nauðsynlegt að það horfi til framtíðar og helst sjái fyrir mögulega þróun á sem flestum sviðum til að koma í veg fyrir svokölluð skipulagsslys. Þau eru dýr og verða ekki afturtekin. Þar tel ég að stofnanir okkar, eins og Landgræðslan og Skógræktin, sem mér finnst ætti að vera eins og sama, og fleiri, gætu stigið inn með sína sérfræðiþekkingu, hver á sínu sviði, svo við getum í sameiningu stuðlað því að við náum markmiðum okkar. Þegar upp er staðið, eru markmiðin þau sömu. Að jörðin okkar verði áfram sá griðastaður sem hann er í dag fyrir okkur mannfólkið og var fyrir gróður og dýralíf. Vinna við aðalskipulag sveitarfélags er umfangsmikið verk sem tekur langan tíma ef vel á að vera og vanda skal til hlutana. Við erum einungis í byrjunarfasa skipulagsvinnunnar hér í Skaftárhreppi og eigum eftir að kalla allar þær stofnanir sem eru málum okkar viðkomandi að borðinu. Ég er bjartsýn á það að samvinnan við Landgræðsluna og Skógræktina verði góð og skili okkur áleiðis að sameiginlegum markmiðum okkar allra. Þakka ykkur fyrir og farið vel með ykkur.